Hæ, ertu að gera eitthvað? Ég veit ekki með þig, en hjá Triton höfðu þeir í nógu að snúast. Í ár kynntu þeir 3 glænýjar efri fræsar. Sú fyrsta nú þegar í Tékklandi, hún seld af Unimax og ég vona að hinar 2 komist til okkar með tímanum. Sú fyrsta svo lítil samsett við Ég mun kynna hana fyrir þér á eftir. Og hinar 2 stórar fræsar með afli upp á 2400 watt. Ein á að vera aftaki hinnar góðsagnakenndu gerðar tra 001. Hún mun því hafa raðnúmeri 002. Og hinn á að vera í rauninni líka svona aftaki, en af gerð sem vinsæl eða var vinsæl aðalega í Bandaríkjunum, var frá merkinu Porter-kafli. Ég líka frekar forvitin það. Það svona stöðugur traustur grunnur og í það settur stór mótor, en við skulum fara hingað. Núna. Hún kemur til ykkar í svona traustri tösku, með málmklemmum og venjulegum lömum, það sem líka málmdinni. Svo þið getið opnað hana, kannski 1000 sinnum, án þess að hún brotni. Jæja, og hér inni þessi fallega. Hún minnir örugglega einhvern á hina góðsagnakendu. Samsettu fræsivél sem ég hef haft í verkstæðinu í nokkur ár, nefnilega Makita 0700K. Í ljósi þess að þetta eini samsetti vélin sem ég hef reynslu af, þá ætla ég að nota hana aðeins til aðstoðar. Ég gerði mér svona lista þar sem það augljóst að það bil helmingur hlutana líkar mér betur við Triton og hinn helmingurinn myndi ég segja betur leystur hjá Makita. Ferðataska. Þegar ég keypti Makita held ég að það hafi verið hægt að kaupa hana staka eða í systeinu. Ég keypti hana í þessum kassa. Og inni bara svona textílskipuleggjari eða hvað sem maður kallar það. Og í því allt svona einhvern veginn raðað saman. Mér líkar það alls ekki. Að mínu mati þetta virkilega ópraktist. Svo ef ég gæti valið, þá myndi ég frekar velja systeinu en með einhverju almennilegu. Innvolsi með almennilegri innfættingu. Eða bara svona innóta kassa. Önnur atriði verðið. Á sínum tíma var þetta kombo. Örugglega dýrara en Triton kostar í dag, en aftur á móti myndi ég segja að fylgihlutirnir voru aðeins ríkulegri, svo ég myndi segja verðlega. Séðu þetta kannski, sambærilegt. Bara svona til að nefna það. Þessa fræsara, jafnvel í bláum lit, enn hægt að fá í dag. Hún einnig seld af Unimax. Hvað þýðir í raun þessi samsetti vél? Jæja, það þýðir að þú hefur mótoreiningu, nokkrar grunnplötur og þú getur skipt þeim á milli. Komdu og skoðaðu Triton. Hann núna í svokallaðri niðurdýfingagrunn. Og þegar ég losa þetta hér, þá get ég tekið mótoreininguna út og sett hana í svona skurðar eða brúnagrunn. Höldum áfram, algjört gegn endurræsingu. Mér líkar það mjög vel við Triton. Ég sakna þess mikið hjá Makita. Ég veit ekki hvort nýri vörurnar hafa þetta nú þegar, en þessi hefur það ekki og ég alltaf hræddur við það. Ég tekka á því nokkrum sinnum þegar ég sting því í innstunguna hvort það sé kannski kveikt af því, svo það fari ekki bara í gang. Hér þetta leyst. Jafnvel þótt þú hafið það kveikt og stingi klónni í innstunguna, þá gerist ekkert. Þú þarft að slökkva á því og kveiki aftur og þá fyrst fer það í gang. Svo þú hefur stjórn á því og það virkilega mjög góð eiginleiki sem ég sakna hjá Makita. Á pappírnum Triton sterkari, hann með mótor með 880 vöttum, á meðan Makita með 710 vött. Og eins og þú sér, í töskunni hér staðlaður, samsíða, stoppari, sem fer inn í grunninn. Hjá Makita hann ekki, í grunnbúnaðinum, en hægt að kaupa hann aukalega. Meðal annars passar þessi frá Triton líka. Þar það hugsað aðeins öðruvísi. Það í gegnum svona millistekki, svo hægt sé að nota samsíða stopparan, bæði fyrir grunning og fyrir skurðargrunning. Á meðan þetta eins og ég segi, staðall sem passar í mismunandi vélar. Það hefur aðeins einn ókost. Þú getur ekki notað það í skurðargrunning. Að hluta til tekur þessi stoppari yfir hlutverk hans. Þú þekkir það líka frá Makita. Þar sem legur. Þannig að með þessu getur leyst annarkvort, afritunarlegu, eða sem samsíða stoppara þegar þú vilt gera til dæmis hálskurð. Förum yfir fleiri kosti Triton. Örfóðrun sveif. Já, þetta líklega stærsti kosturinn við þessa samsetningu, sérstaklega með þessari dýftargrunn. Þú hefur hæðastyttingu ekki bara á hefðbundinn hátt að þú einfaldlega þrýstir, heldur líka míkrostyttingu með þessu hjóli. Og auk þess, eins og venjan með Triton, líka sveif til að stjórna því að ofan ef þú setur það
í fræsiborð. Jafnvel svona, tiltölulega lítið, efri fræsa, getur breyst í fasta neðri fræsa þegar þú einfaldlega setur hana í einhvert borð. Festingin undir þér komin. Þú getur annarkvort keypt tilbúið borð sem fyrirborað beint fyrir þennan típu, eða auðvitað geturðu gert það sjálfur. Ég notaði einu sinni Makita frá neðan, og stillingin þar auðvitað ekki nærri eins þægileg né nákvæm, og hjá Triton með sveifinni. Revolver stopp. Hjá Triton eru 4 mismunandi hæðir og þær eru stikkskiptar á 5 mm fresti. Og þú getur ekki hreyft það á neinn hátt. Hjá Makita eru 3 stöður og þú getur stillt þær. Satt að segja hef ég aðeins notað þessa stillingu, einu sinni, og síðan þá hef ég haft það aftar eins. En ég skila til dæmis í einhverju fjöldaframleiðslu gagnlegt að geta stillt nákvæmlega hlutfallið, svo að eitt dýpi sé á ákveðinni dýpt og hitt ánákvæmlega skilgreindri, annarri eða þriðju dýpt. Það ekki mögulegt hér, en ég held að fyrir flesta venjulega notendur sé þetta. Hentugra. Þú hefur 4 mismunandi stöður og veist að það alltaf nákvæmlega 5 mm hreyfingu upp eða niður. Annað sem betra hjá Triton en hjá Makita að taka út klemmurnar, því þær eru studdar af fjöður í holuöxlinum og hægt að taka þær út mjög auðveldlega. Þær stökkva í raun alveg sjálfar út, á meðan hjá Makita, ef þú átt hana, þá geturðu staðfest að það stundum smá vandamál að taka klemmurnar út. Hjá Makita 6/8 og hér hefurðu 6,30 og 5 mm sem fjórðungur tommu og 8 mm klemmu. Varðandi þessa fjórðungstommu, því ég veit að margir ykkar þola ekki, keisaralegar einingar. Fyrirtæki sem á vörumerki Triton í dag breskt, svo það flytur inn verkfæri með fjórðungstommu skafti í gegnum Unimax og þau eru ofta á virkilega góðu verði. Svo ég keypti mér fjórðungstommu klemmu í stóru Tranút-nútleitt mína, því þá get ég sparað á þessum verkfærum. Hvort 6 mm klemma verður fáanleg í framtíðinni, það veit ég ekki, en ég útiloka það ekki alveg. Hvernig sem þá prófaði ég auðvitað. 6 mm skaft í þessa fjórðungstommu klemmu. Það virðist vera hægt að festa það þar, það festist ekki og rennur ekki út, en þegar þú kveikir á því, sérðu að það aðeins skaft, svo. Ég myndi örugglega ekki prófa það eða vinna með það. Og vitið þið hvað ég komst að? Að 6 mm klemmunni frá Makita passa þar. Svo það alveg í lagi. Þú getur fengið það sem varahlut fyrir nokkra krónur. Að mínu mati og nota fræsara með 6 mm skafti í Triton. Við skulum kíkja í töskuna. Hvað hérna? Eins og ég sagði, varaklemman 8 mm. Svo hér líka innsekstandur. Til að breyta þessum samsíða stoppara, því þú getur sett hann bæði svona og öfugt og stillt hann á eitthvað á þennan hátt. Og svo hér auðvitað líkið til að herða klemmuna. Jæja, til að ég gleymi ekki. Þetta millistykki. Fyrir breskar einstungur. Þetta kemur til þín með millistykkið uppsett, svo ekki vera fæddur, þú þarft að taka það. Í sundur og undir því evrópsk. Eða ef þú vilt, tékknesk, kló. Jæja, og nú komin tími á þessar. Í gæsalöpum ókosti, að minnstakosti í samanburði við Makita. Ég myndi segja að festing mótorsins í einstaka grunnana sé aðeins minna glæsileg, því á meðan Makita hefur þetta falfestikerfi með þessum exentrum, þar sem þú einfaldlega opnar og tekur út. Þá það hjá Triton leyst með skrúfu, sem fer inn í þessa, keilulega hólu. Þú setur grunninn inn og skrúfar. Hólan frekar djúp, svo þú þarft að skrúfa mikið, 4 til 5 snúningar, og það þarf að herða það almennilega, svo það sé engin lausleiki. Fræsarinn kom í þurru ástandi, sem þýðir að það var frekar stíft, því þessir stólpar voru alveg þurrir. Það eru líklega bronsbushings þar, svo ég gerir ráð fyrir að það myndi slitna, með tímanum og ganga mjúklega, en ég smurði það samt aðeins, með teflon smurefni, og nú gengur það miklu betur. Mér líkar að það sé 3 metra og gúmmíkapall hér, en þar sem ég smámunasamur, þá hugsa ég að það sé synd, að hann fari innmitt á þessa hliðina þar sem örfingsstykkingin Þú kemst að henni, en samt sem áður truflar kapallinn aðeins hér. Mér myndi til dæmis alls ekki trufla, ef hann færi á þessa hlið. Að minnstakosti myndi ég hafa rofan svona í áttina að mér, en það gengur ekki, því grunnurinn gerður. Fyrir þetta læsingarna, hér. En mér datt í hug, því að hér að neðan, svipað og hornslípirokk, 4 skrúfur samhverfar. Að ef þær væru losaðar, þá gæti þessi botn mögulega verið snúin 90 gráður. Og þá myndi ég hafa það nákvæmlega eins. Og mér. Hendar. Bara auðvitað,
að hafa í huga ábyrgðina. Báðar þessar fræsivélar hafa hraðastýringu með hjóli frá 1 upp í 6 og gildin eru örlítið mismunandi. Hjá Makita eru þau, ef ég hef rétt fyrir mér, frá 10 upp í 30.000 og meðan hér eru þau 11 og hálft upp í 31.000. Þannig að bilið það sama nema. Hjá Triton það 1000 snúninga herra. Framleiðandinn segir að í þessa fræsivél hægt að festa verkfæri með þvermál allt að 30 millimetrum og það auðvitað ekki átt við þvermál skaftsins heldur vinnuþvermálið sem nokkuð gott. Vandamálið að þegar þú festir það svona í mótorinn því það þægilegast og svo viltu setja það inn, þá ertu í vandræðum. Því opið hér hefur aðeins 25 mm þvermál. Svo það ekki alveg vel hugsað. Þó á hinn bóginn. Hversu oft ætlarðu að nota þessa litlu fræsivél með svona stórt verkfæri? Hins vegar, ég skil ekki af hverju það gæti ekki verið stærra gat hér, með þvermál að minnstakosti 30 mm. Svo skulum við halda áfram að stærsta veikleika Triton. Og það að mínu mati þessi skurðargrunnur. Fyrst og fremst hefur það alls ekki neina útsjón. Þú gæti sagt, jæja, þegar ég bara að skera brúnir, þá það lítið efni. Jæja, þú hefur rétt fyrir þér. Hins vegar, hjá Makita það einmitt leyst þannig að ég hef næstum engan óreiðu. Þannig að ég met útsói virkilega. Það synd að það sé ekki hér og annað atriði lögunin og stærðin. Því þegar þú setur mótorinn í, þá ímynda ég mér ekki. Einnar handar, brúnfræsara, svona. Ég myndi segja að hjá Makita sé það, örugglega, þægilegra í hendi. Þannig að ég tek það sem möguleika til að nýta mótorinn. Enn frekar, en ég mun nota hann, aðalega í þeirri, niðurdýfandi grunn. Ég held að þið hafi nú allar upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðun hvort þessi fræsari frá Triton sé fyrir ykkur, eða ekki. Ég myndi draga það saman þannig að ef þið viljið nota aðalega niðurdýfandi grunnin eða nota það í fræsiborði, þá Triton örugglega hentugri en Makita. En ef þið viljið aðalega nota kantfræsara, þá viðurkennið að þetta aftur á móti. Örugglega meira ergonomískt, handhægara í hendi. Hins vegar það gott að hjá Triton hinn grunnurinn til staðar og vonandi mun framboð grunnana aukast með tímanum. Tengil á Triton fræsaran finnið þið eins og venjulega í lýsingunni undir myndbandinu. Takk fyrir að horfa, hafið það gott og gerið eitthvað.